Brekkukotsannál, 14. kapítuli. Ljósið í Hringjarbænum. Í bók eftir ágætan meistara er frá því sagt á einum stað að loftið í borginni hafi verið hrannað af nafni tiltekinnar konu. Ég hef stundum verið að hugsa að það var ekki ólíkt ástatt loftið hjá okkur í kringum kirkjugarðin og nafn Garðars Hólms. Myndin af honum hélt áfram að hanga bæði í stofunni hjá okkur og í stofunni í Hringjarbænum öngu síður en í sölum konungs ráðgjafa. Og þó maður heyrði hann aldrei nefndan að fyrra bragði hjá okkur, þá skynjaði ég snemma að nafn hans bjó nærri gangverkinu í klukkunni okkar gömlu. Ef gestkomandi maður bar hann í mál, eins og af tilviljun, þá var farið undan í flæmingi. Í hæsta lagi ef sagt var eitthvað á þá leið að hann Gorgur litli hefði verið vænn drengur þegar hann varð að alast upp hér í kirkjugarðinum. En það voru ekki síst þessi undanbrögð í svörum sem gerðu mér mannin forvitnilegan. Skrítið að þessi maður sem framdi söng út heim og var orðinn slíkur loftandi að við árætum varla að nefna hann upphátt, skyldi einu sinni hafa verið litli drengurinn hérna í kirkjugarðinum eins og ég. Alltaf þóttist ég vissum að þegar hún amma mín og hún Kristín Hringjarakona hjölðust við einar með andaktarsvip, þá væru þær að ræða þennan kynja mann. Ég veit ekki hvort vitneskjan heimsöngvaran sem hafði verið hérna drengur eins og ég olli því að ég fór óviti að taka eftir söng og öllu sem átti skylt við söng og var farin að syngja við smá jarðarfarir hjá séra Jóhanni. En ekki var það af því ég væri að taka mér Garðar Hólm til fyrirmyndar, að minnsta kosti ekki viljandi. Til þess var mynd hans of fjarri mér þó hún héngi í stofum manna. Ef til vill var það aðeins sami ómur sem hafði vakið okkur báða, nema hann aldarfjórðungi á undan. Eitt var víst. Ég man varla eftir mér öðruvísi en hann væri fjarlægi niðurinn bak við fjallið bláa, hinum megin við sjóinn, í lífi mín sjálfs. Ég var þessar mundir búin að læra að lesa hjá henni ömmu minni. Það lesmál sem við tók þar sem ættartölu frelsarans á hebresku líkur voru auglýsingarnar í dagblöðunum. Foldinn kom til okkar tvisvar í viku, 4 blaðsíður á stærð. Í þann tíð var siður að auglýsa í ljóðum ef maður vildi selja skreið og eins ef maður vantaði kvenmann í vorvinnu. Þessi ljóð lærðum við utanbókar. En þann dag í dag er mér varla nokkur skáldskapur jafn hugstæður og auglýsingar gæði freðísu og annars harðfisks. Lofgjörð útlenda brauðmylsnutegund sem kölluð var röfl og kínverskt allsherjarmeðal úr Danmörku, uppfundið af manni nokkrum að nafni Valdimar Pedersen. Ég vil leyfa mér að halda hér til haga kvæði hnakka og beisli og annað leðurverk eftir fjörugan soðlasmið á Laugaveginum. Sveinar, fljóð og kátir krakkar, komið hingað inn til mín.
Hér fást svipur, söðlar, hnakkar, sútuð ferðaskrín. Ólarnar sem slitnað aldrei fá, ístöðin úr koparnum sem speilfögur gljá, nýja silfurstengur stirnir á. Stúlkan þín má koma þetta furðuverk að sjá. Hér fást langbest beisli í bænum, biskupsfrúin keypti hér leðurbarð með laufum vænum, lögð þau voru að mér. Já, flest verður fróðum að kvæði, sagði amma mín, þegar ég var að bera mig að stauta fyrir hana þessar auglýsingar. En það var líka annað lesmál, reyndar í óbundnu máli sem snemma dró til sín athygli mína eftir að ég var orðin stautfær, og þetta voru greinarnar frægð heimsöngvarans okkar, Hans Garðars Hólms. Ég held að sjaldan hafi komið svo út blað á Íslandi í þann tíð, að ekki væri þar dálítill póstur söngfrægð hans. Stundum fleiri en ein grein í hverju blaði. Fyrirsagnirnar voru ævinlega einhvern veginn svona. Íslenskur söngur í útlöndum. Íslensk listfrægð ytra. Íslensk tónlist erlendis. Heimurinn hlustar á Ísland. Þýðingarmiklir tónleikar í heimsborg. Eða Íslandi fagnað í stórblaðinu Le Temps. Efni greinanna var jafnan eitt og hið sama. Garðar Hólm hafði enn einu sinni aukið frægð Íslands í útlöndum. Í borginni Küssnacht hafði hann sungið þessi lög: Fagurt galaði fuglinn sá, kindur jarma í kofanum og austankaldin á oss blés. Blaðið Küssnachter Nachrichten hafði sagt þetta eða hitt. Nokkru síðar söng Garðar Hólm í öllum helstu borgum Frakklands, sem mér finnst að hafi einhvern veginn allar byrjað á kú og endað á litlu kú. Allt í einu kemur að hann sé lagður á stað í söngför til Lundúna, Parísar, Róms og Kaíró, New York, Buenos Aires og áfram. Innan skams fóru líka að berast glefsur úr blaðinu La Stampa og blaðinu The London Times, svo og lofdýrð eftir Muhammed Ben Ali í Kaíró. Í öllum þessum borgum höfðu menn staðið á öndinni yfir þeirri snilld berst af Íslandi. Hún Kristín Sálu í Hringjarabænum sást í alveg sérstöku ljósi. Ókunnugir menn komu til mín á götu, klöppuðu mér á kollinn og sögðust vita að ég væri eitthvað skildur honum. Og þegar ég var sendur í búðina að kaupa olíu, þá gaf búðarmaðurinn mér hnefa af rúsínum í virðingarskyni. Já, ég fékk marga aðréttuna í Guðmundsens búð út á hann Garðar Hólm. Á hverju sumri, frá því ég fór að muna eftir mér, var heims söngvarans beðið með tilhlýðilegri orðfæð, en þeim mun fleir sögulli augnatilitum, sitt voru megin við kirkjugarðinn. Uns úr þessu ofvæni hafði teikst svo lengi að mér var farið að þykja fátt náttúrlegra en það að Garðar Hólm kæmi ekki sumar og kannski aldrei. Það eru svo margar borgir í heiminum og einmitt það bil sem ég var búin að sætta mig við það, fyrir fullt og allt, að Garðar Hólm væri samskonar ómark eða tómt mál og flest önnur tíðindi sem gerðust í útlöndum og viðbúinn því að hann kæmi aldrei að eilífu, þá kom hann. Það var einn hásumarmorgun, þegar skýin mjúku að leysast sundur yfir Esjunni. Án Kristín okkar í Hringjarabænum
en rétt nýkomin ofan. Hún gengur út að gefa hænsnunum eins og hún vön í bítið á morgnana. Stendur þá ekki frakkaklæddur maður á hlaðinu fyrir utan í Hringjarabænum og að skoða sig Gamla konan hélt í fyrstu að þarna væri komin útlendingur að taka myndir af skrýtnu mannlífi eins og því sem lifað hér á Íslandi. Þar sem enn má líta meðal járnklæddra tréhúsa, moldarhús með fíflum og sóleyjum á þakinu og baldinbráin vex í hlaðstéttinni. Og fólk enn á þess konar heimagerðum mokkasínum sem sveitamenn notuðu í Evrópu fyrir 1000 árum meðan ekki voru til kaupstaðir og þar af leiðandi ekki skósmiðir. Og hér var engin smáhöfðingi á ferð. Eftir frakkanum hans að dæma sem varla var undir kýrverði. Svona hattur hlaut að slaga upp í dilk. Gúmorinn, segir hún Kristín okkar í Hringjarabænum á dönsku. Og þá veik þessi mikli og tíguglegi maður sér að konunni og faðmaði hana að sér. Það var sonur hennar. Ég tek það fram að þó ég lærði þessa sögu af endurkomu Garðars Hólms, þá var hún ekki sögð hjá okkur. Ég hef margsagt og ég lýsi því yfir enn að hvernig sem ég kann að hafa hugsað sjálfur frá öndverðu og hvernig sem aðrir í Brekkukoti kunna að hafa hugsað. Þá var Garðar Hólm, ferðir hans og frægð, svo og annað sem honum viðveik, yfirleitt ekki talið til tíðinda hjá okkur. Má vera að gömlu konurnar hafi þurft að skreppa hvort til annarar og talast við einslega þessar mundir, en valla fleira en endrana Þó dettur mér ekki annað í hug en það hafi verið konum þessum flókið vandamál. Mér liggur við að segja óframúrráðanlegt þjóðfélagsmál, að eiga þann í ætt sinni sem svo ójafn var umhverfi sínu að stærð og lögun sem Garðar Hólm. Ég var því vanur að ókunnugir sem komu til höfuðstaðarins náttuðu sig hjá okkur og þess vegna kom það hálfflatt upp á mig að Garðar Hólm skyldi ekki biðjast næturgistingar í Brekkukoti. Ég hafði orð á þessu við hana ömmu mína. Hún svaraði svo: Dettur þér í hug að hann sonur hennar Kristínar í Hringjarabænum komi til okkar að gista? Ég skildi þetta svo að auðvitað gisti Garðar Hólm hjá henni mömmu sinni. Og einhvern dag þessar mundir þegar ég var sendur með mjólksopa til hennar Kristínar sálugu, þá fer ég að gá í kringum mig. Ef vera kynni að ég sæi þess nokkur merki að hér væri gestkvæmt. Eftir hverju þetta skima, drengur minn, sagði konan. Ég hélt kannski að einhver væri hérna, sagði ég. Hver hélst að væri hér? Spurði hún. Ég hélt kannski að hann Garðar Hólm væri hérna, sagði ég. Hver hefur kennt þér að nefna hann? Spurði hún. Það allir að tala það, sagði ég. Tala hvað, sagði konan. Hverjir eru þeir allir? Vallan Björn í Brekkukoti. Það eru mann í foldinni, sagði ég. Í foldinni, sagði konan. Guð hjálpi barninu að vera farin að lesa dagblöð. Hérna kandísmóli og farðu svo heim. Og vertu nú ekki að drolla á leiðin hans Gabriel sáluga höfuðengils ef hún amma þín skyldi þurfa að snúa þér. Hann Garðar Hólm. Ekki nema það þó. Hvernig spyr barnið? Ef hann ekki til húsa hjá landshöfðingjanum góði minn, þá myndi hann auðvitað gista á Hótel Íslandi, þar sem það kostar dilk að sofa af nóttina og kú að sofa í viku. Svona svar var nú ekki beinlínis til þess fallið að flýta förhugsandi manns
kirkjugarðinn. Þetta var í rauninni reikningsdæmi. Ef það kostaði dilk að sofa í eina nótt og kú að sofa í viku. Hvílíkar ótaldir hjarða, lamba og nautgripa áttum við þá ekki í Brekkukoti. Aftur á móti ef honum Bitni skildi nú dett í hug að flytjast búferlum með okkur öll úr Brekkukotsbænum og niður á Hótel Ísland, sem á prenti hét reyndar Hotel d'Island, og hafa þá Runga og kaptein Hógensen með í förinni og jafnvel eftirlitsmannin, já þá færi nú að vandast málið. Og samt var Hotel d'Island ekki nógu veglegur staður handa Garðari Hólm. Það var ekki nógu veglegur staður handa Garðari Hólm. Honum var ekki samboðið að gista minni mann en aðal ráðgjafa Danakonungs á Íslandi, sem hún Kristín gamla nefndi landshöfðingjan, þann sem ekki átti hrosshár. 15. kapítuli. Hvítir hrafnar. Sjálfséðir hvítir hrafnar, sagði Björn í Brekkukoti einhvern morgun, þegar sólin glitraði á hreistrið í svaðinu hjá okkur og tveir stórmannlegir gestir voru að mutra sér í gegnum krossliðið. Komdu sæll, Gorgur minn, og vertu velkomin í landið. Og sæll vertu nú litli Guðmundsen, já nú detta mér dauðalýs úr höfði, sýni lítillæti og ganga í bæinn. Sá maður sem afi minn kallaði litla Guðmundsen var sumsé engin annar en sjálfur Guðmundsen kaupmaður, eigandi Guðmundsens búðar, þar sem ég hafði fengið allar rúsínurnar út á hæpna frændsemi við mikinn mann, og Gorgur minn, þessi hattbarðastóri útlendingur með arnarsvip í auga, nefi og munni, það var hinn mikli maður sjálfur. Var ekki von mér vefðist tunga höfuð að bjóða góðan dag. Hver ert þú, ungi maður, sagði alheimssöngvarinn. Álfgrímur, sagði ég. Hann horfði á mig í leiðslu og endurtók nafn mitt fyrir munni sér. Álfgrímur. Sá sem býr eina nótt með álfum. Álfgrímur. Það sem við hefðum allir átt að heita. Guðmundsen kaupmaður fór hann í vasa sinn eftir tíerinum handa mér. Le petit garçon, sagði hann. Hann gekk að höfðingjasíð í svörtum frakka með flauelskraga hásumarið og hafði digra gullkeðju á þessum breiða maga sem aðeins kemur á heldri mann. Hann var glaðbeittur og brosljúfur eins og sveitastúlka, eða réttara sagt eins og sagði Pétur Postula í einni af þulum ömmu minnar, rjóður sem plantinn plómi. Mér sem sjálfur var drengur fannst þessi maður líkastur dreng sem væri farið að vaksa yfir skegg áður en að vera orðin stór. Langt er nú síðan ég hef ætlað að koma til þín, Björn minn, sagði Guðmundsen kaupmaður og kyssti Björn í Brekkukoti. En alltaf vantað samfylgd. Loksins er ég komin til þín í réttu föruneyti. Já, komdu blessaður, sagði afi minn. En við skulum nú ekki kyssast mikið í byrjun. Garðar Hólm sté yfir hjall þröskuldin og kyssti nokkur bönd af síni grásleppu sem héngu þar á rá og andaði þeim að sér leið. Guðs lof, sagði hann, lengi lifi Ísland. Þú ert sjálfum þér líkur og það er gott, Gorgur minn, sagði afi minn. Oft hef ég útmálað heima hjá mér rómantíkina í Brekkukoti, sagði kaupmaðurinn. Húnin grásleppan hangir á rám í hjallinum band við band. Madame la Baronne et Giselle. Eins og Gorgur segir, það er mér vissa
að hér búi það sanna Ísland. Þjóðarsálin, þjóðsöngurinn og Guðs lands. Það gott að vera studdur af heimsfrægum mönnum í því sem maður hugsar. Engin grásleppa jafn góð og sigin grásleppa. Faðir minn hefur alltaf signa grásleppu inni hjá sér þar sem hann sefur. Ég stelst stundum til að éta þetta hann í kjallara. Í raun og veru finnst mér ekkert matur nema sigin grásleppa. Já, Gvendur minn, sagði Garðar Hólm. Það að minnsta kosti óþarfi að binda slaufu á slíkan mat áður en í étin. Já, þú veist nú, Georg, að konan mín komin út af þessum danska kaupmannsaðli sem varðað íslenskum útvegsbendum suður með sjó, sagði Guðmundsson. Monsieur Gaston est sorti. Hún það sem kallað fínkona og við vitum hvað það og hvað það kostar. Bara ekki grásleppu, að minnsta kosti ekki í eldhúsinu. Og því síður í stofunni. Og allra síst í svefnherberginu. En sönn rómantík, til hennar hefur ævinlega staðið minn hugur í lífinu og það veistu líka, góði, annars hefði ég ekki mokað í þið gulli og silfri í 10 ár. Við vitum að það hvergi eins vel steikt fransbrauð hjá konunni þinni, sagði hinn heimsfrægi maður Garðar Hólm. Já, þið eru góðir, sagði afi minn. Mikið askoti eru þið góðir. Komið inn. Ég vona kettlingin hafi eitthvað volt. Að minnsta kosti alltaf hægt að hleypa upp á grásleppu kjafti handukkur. Þegar höfðingjarnir voru gengnir til stofu, sagði afi minn. Jæja, fáið ykkur nú sæti og sýnið ykkur kæti. Og þegar þeir voru sestir, segið þeir nokkra fiskisögupiltar. Garðar Hólm varð fyrir svörum. Uppgrip af skötu í París í vor, Björn minn. Ég át hana til að æra upp í mér sult á Hótel Trianon á hverju kvöldi í mánuð. Hákall sömuleiðis út metin þess síðra. Sem sé ré og requin, sem að sletti frönsku eins og dulla Gvendur. Björn afi minn settist á lúkurnar, gretti sig reyndar ekki enn, né ók sér, en eins og jafnan þegar hlátur og annað ósýðlegt háttalag var í aðsígi, byrjaði hann að segja æjæja og ekki og bætti við. Það gott að heyra að þú hefur haft fisk, drengur minn. Ég veit að muni hafa glatt hana móður þína, það gott að hafa fisk. Væri litið út stofugluggan okkar litla, mátti sjá Baldinbrána springa út á milli steinanna í stéttinni. Róurnar og kartöflurnar voru að koma upp í garðinum. Og fúna gerðið lága milli túns og kálgarðs á kafi í ræmfangi, njóla og hvönn. Túninu hallaði niður að tjarnarendanum, þar spratt sóleigjan. Síðan tók Vatnsmýrin við þar sem Krían býr. Þar taldi Runólfur Jónsson að væru mógrafin meiri en annars staðar á jörðu. Síðan Hrokkjalsabúðin, Skerjafjörður, því næst Bessastaðir og loks fjöllin á túnlinu. Á ég annars ekki að kaupa þér allt helvíti smóverkið eins og það leggur svo, Björn minn, sagði Guðmundsson kaupmaður. Ha? Sagði Björn í Brekkukoti. Alla rómantíkina eins og leggur sig, sagði kaupmaðurinn. Rómantíkina, spurði afi. Hvaða tík það? Garðar Hólm varð skjótar í svörum. Það svo tík sem ekki fæst til að lepja annað en rjóma. Ha ha ha, sagði Guðmundsson. Mikið annars margt skrítið í málum. Ég vil að læra frönsku nýlega. Tókuð eftir því ég sagði áðan le petit garçon. Það ekki stórmerkilegt að þetta skuli hljóma alveg eins og le petit garçon? Síðan hló kaupmaðurinn ákaflega. Hérna hefur þú 2 aðra, Gvendur, sagði alheimssöngvarinn og gretti sig og farði svo út. En kaupmaðurinn var orðinn alvöru gefinn aftur. Ég vil kaupa þetta kot, sagði hann.
Það verður að fara að byggja hallir hér á Íslandi. Hvað segir þú, Björn? Ég skal láta þig hafa príma kjallara inn á Laugavegi og gull til að kreista eins og skít það sem þú átt ólifað. Æ, sagði afi minn, þar sem hann sat á lúkunum. Ó, ekki. Það hefur verið styrtíðin í vorpiltar. Hvað segirðu? Spurði kaupmaðurinn. Þá veik afi minn til við mig og sagði: Viltu segja manninum að ég og við hérna í Brekkukoti séum farin að heyrilla? Hann ætla að láta þig fá gullpeninga, afi minn, sagði ég. Viltu segja þeim að hafi þeir ætlað að tala við mig fisk, þá skuli ég selja honum litla Guðmundsen eins og 5 bönd af síni grásleppu út í innskrift. Guðmundsen kaupmaður fór nú að brýna raustina við afa minn. Ég vil kaupa að þér þennan part, Björn minn, sagði hann. Ég ætla að byggja hérna stórhýsi. Ég borga það sem þú setur upp. Ég segi, gefa þér band af reyktum rauðmaga, Guðmundsen litli, svo þú hefur eitthvað að tönglast á meðan þú lappar heim, sagði afi minn. Þú manst hvað ég hef sagt, Björn, sagði Guðmundsen. Mitt boð stendur. Hvaða dag sem skal ég telja þér út þá fúlgu sem þú tiltekur. En það ekki gaman að vera orðin svo heyrnardaufur að geta ekki lengur rifist við menn, af því maður heyrir ekki hvað þeir að segja. Ég tala nú ekki þegar maður skilur ekki það litla sem maður heyrir. Allt í einu var kominn einhver piparkenndur þurrkur í andlitið á Guðmundsen. Plantinn Plómi missti sæðleikann. Hann veiddi upp gullúrið sitt og sá að hann var því miður ekki til setunar boðið. Vandamál og ennir steðjuðu að. Allons enfants de la patrie, sagði hann, verið sælir. Þetta var lélegt koma, sagði afi minn. Öngvar góðgerðir og ætti þó að vera til fisksóð og jafnvel exportsóð. En ekkert stóðar ef menn hafa æðiber í rassinum. Þú kemur betur næst og nú ætla ég að fylgja þér til dýra svo þú farir ekki með vit úr bænum. Þeir letu aftur á eftir sér. Eftir satt í stofunni sá frægi maður sem sungið hafði fyrir heiminn og hjá Múhameð ben Ali. Glannaskapurinn var gerhorfinn úr fasi gestsins á samri stund og dyrnar lukust aftur eftir lagsmanni hans. Hann var hugsi. Og þegar ég bar hann saman við mynd sín á veggnum, sá ég mér til undrunar á myndinni var draumleiðsla hans heiðbjört og englum lík. En þegar hann sat nú hold tekinn í Brekkukotsstofunni litlu, var leiðsla hans orðin myrk, með aðkenningu af sársauka, eins og gullreiðin væri úr augsinn, sú áðan var ekið yfir himinin. Hann krosslaði fæturna á víxl, horn yfir annars hné. Hann var í fötum úr bláu efni með rauðum teinum og dustaði mosakló af annarri skálminni sinni með fingrunum. Eða var það heistrá? Síðan leit hann á mig. Kæri vinur, hvað heitir þú? Sagði hann. Álfgrímur, sagði ég. Æ, hunnin læt ég, sagði hann. Auðvitað heitir þú Álfgrímur, meðal annarra orða. Hvað heldur þú heiminn, Álfgrímur? Ég held ekki neitt, sagði ég. Ég var bara heima hérna í Brekkukoti. Við þessi einföldu orð sem ég hefði haldið mest blátt áfram allra orða var eins og gesturinn rankaði allt í einu við sér. Hann uppgötvaði mig. Hann horfði lengi á mig. Og ég sem hafði verið að vona að ég væri ekki til þó svo ætti að heita að ég húkti þarna í horni. Merkilegt, sagði hann. Stór merkilegt. Hann stóð upp
og horfði út gluggann í lágu stofunni okkar. Það voru í honum 4 rúður úr stórgerðu gleri í við bláleitu með loftbólum og öðrum steypugöllum. Það myndi á gler í gömlum flöskum. Alheims söngvarinn horfði á veröldina út gluggann okkar. Og ég heyrði ekki betur en hann tautaði fyrir munni sér. Svo stóð hann með glugganum þeim aðna sem sé til. Rétt í þessu sló klukkan okkar, ég held 2 eða kannski 3, með þessum skæra hvella hljómi sem jafnan verður af silfurbjöllu. Og hún slær þarna enn, sagði maðurinn. Hann sneri sér að klukkunni, stóð lengi fyrir framan hana og hlustaði á hana ganga með gamla tífinu sem alltaf heyrðist svo glöggt þegar hljótt var í kring. Hann horfði á vísana hreyfast og virti fyrir sér útflúrið á skífunni og las nafn Jamesar Káans fyrir munni sér upp aftur og aftur með samskonar lotningu og ber að veita nöfnum þeirra manna sem ráða gangi veraldarsögunar. Loks fór hann að strjúka fingrónum upp og niður eftir klukkunni eins og þegar blindur maður þukla lifandi veru til að finna hvernig hún sé í laginu. Og ég sá ekki betur en tárin streymdu niður kinn